nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor gefur frá Drottni, skapari himins og jarðar. Þá fengið og fremstu blaðsíðu og segir saman: Drottinn, ég er kominn í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, byggari minn, við þig talar í þínu orði. Drottinn, heyr orðgjöf mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð liði synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum Kristileg og röðfæri og lífefni. Bæni það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Nú á
Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Við skulum biðja. Drottinn Guð, eilífi Faðir, sem gafst okkur einkason þinn að frelsara og bauðst að hann skyldi heita Jesús. Veit okkur að náð þinn að við sem tignum heilagt nafn hans á jörðu, fáum hann sjálfan að sjá og tilbiðja á himnum, því að hann lifir og ríkir með þér í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Og gjörið svo vel, kæru messuþjónar. Fyrsta lexía dagsins úr 4. Mósebók, 6. kafla. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Aron og syni hans og segðu: Með þessum orðum skuluð þið blessa Ísraelsmenn. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Þannig skuluð þið leggja nafn mitt yfir Ísraelsmenn og ég mun blessa þá. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Síðari ritningarlegstur kemur úr Postulasögu 10. kafla. Og hann bauð okkur að predika fyrir alþjóð og vitna að hann sá sem Guð hefur skipað dómara, lifenda og dauðra. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem trúir á hann vegna hans fyrirgefningu syndanna. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýr sé þér Drottinn. Guðspjalli skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Meðan hann var í Jerúsalem á páskaháttíðinni, fóru margir að trúa á hann, því þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúna sinn því hann þekkti alla.
Hann þurfti þess ekki að neitt bæri öðru manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þannig hljóðari heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Skulum standa áfram og fara saman með hennar apostulegu trújátningu sem aftast í sálmabókinni. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorð sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Og gjöru svo vel. Já, við bjóðum hjartalega velkomin hjónin Rannveig Káradóttir og Pítur Asche, ekki rétt hjá mér? Eisha. Og fyrra lagi sem við munum flytja Vorið kemur á ný, You Must Believe in Spring, eftir Michel Legrand. Og Rannveig þýddi enska texta Alan og Marlene Bergman. Gjörðu svo vel bæði tvö. Einsamt sækir á og fristir hugar þel. Gleymd ekki að vorið kemur eftir vetrarél. Í kaldri klettagjá lítið blómsins strá sem stöðugt reistir á að vorið kom á ný. Rétt eins og nakið tré mun laufgast upp á nýtt. Næsta árstíð hefst með veður heitt og hlýtt og fjallsins frosna hlýð langa vetrartíð. Trúir þótt herjir hríð að vorið kom á ný. Yfirgnæfa heimsins seið og börnin erfa jörð sem í sárri neyð. Á bak við bigsvört ský býr sólin undur hlýr og lofar ætíð því að vorið kom á ný. Þú treysta verður á
að ástin komi fljótt, rétt eins og frosið blóm sem bíður vorsins hljótt, í veröld full af snjó, alls nauðri frið og ró. Þú trúa þarft því þó að vorið kom á ný, að ást og vorið kom á ný. Gjörðu svo vel, Björg Fengar. Kæru vinir, í byrjun nýs árs gott að gefa sér tækifæri til að staldra við, draga andan og líta bæði tilbaka og horfa fram á veginn. Vera þakklátt fyrir það sem liðið, en líka horfa með jákvæðum og opnum huga til þess sem framundan Nýtt ár ekki bara ný dagsetning í dagatalinu. Fyrir mér það líka ákveðin áminning. Áminning að staldra við og spyrja. Hvernig manneskja vil ég vera? Hvernig samskipti vil ég eiga við aðra? Og í hvers konar samfélagi vil ég búa og taka þátt í að byggja upp? Árið 2026 afmælisár hér í Garðabæ. Þessi 50 ár liðin síðan bærinn fékk kaupstaðaréttindi. Á slíkum tímamótum vert að velta fyrir sig samfélaginu sem hér hefur byggst upp og við höfum valið að búa í. Samfélagið okkar varð nefnilega ekki til með einni ákvörðun eða einu augnabliki. Heldur hefur það mótað smá saman í daglegu samskiptum íbúa, umræðu hvað okkur finnst mikilvægast, sem á ákvörðunum, stórum sem smáum, sem við höfum tekið í sameiningu. Samfélag verður nefnilega ekki til með húsum, götum eða skipulagi. Samfélag verður til með fólkinu sem þar býr, tengslunum þeirra á milli og þeirra ábyrgð og virðingu sem við berum hvert fyrir öðru. Þetta sjáum við meðal annars skýrt í því fjölbreytta og öfluga starfi sem framfer hér í kirkjunni okkar. Mér langar sérstaklega að nefna í þessu samhengi minningasjóðinn Örninn, en ég hef persónulega séð hvernig starfið þar hefur hjálpað bæði börnum og fjölskyldum þeirra að takast á við missi náins ástvinar. Í samfélagi eins og okkar hér, þar sem fólk á ólíkum aldri og með ólíkan félagslega bakgrunn býr, skiptir máli að við látum okkur hvert annað varða. Að við tökum eftir fólkinu í kringum okkur. Að við spyrjum ekki bara hvað þarf ég, heldur líka hvað þurfum við, eða jafnvel hvað get ég lagt á mörkum til samfélagsins svo okkur getur öllum liðið vel. Oft þetta einföld atriði að bjóða góðan daginn, að spyrja hvernig gengur, geti ég aðstoðað, að hlusta af athygli og sýna skilning þegar einhver á erfitt. Það ekki endilega stóru athafnirnar sem skilja mest eftir sig, heldur hinar smáu endurteknu athafnir sem sýna virðingu og samkennd. Samkennd að mínu mati ein af grunnstoðum sterks samfélags. Hún ekki veikleiki, heldur hún styrkleiki. Hún ekki vorkunn, heldur hæfileikinn til að setja sig í spor annarra, jafnvel þegar við skiljum ekki allt. Samkennd krefst þess að við hlustum án þess að hafa svör á reiðum höndum, ekki til að dæma, heldur til að skilja. Hún krefst þess líka að við viðurkennum að við vitum ekki allt af allt, né skiljum allar aðstæður annarra. Við lifum á tímum þar sem umræðan getur verið hörð og oft mjög óvægin. Þá reynir sérstaklega á þessi gildi. Það auðvelt að loka sig af og skipta fólki upp í við og þau. En slík flokkun gagnast ekki góðu samfélagi. Gott samfélag byggist á því að finna sameiginlegan grundvöll, jafnvel þegar við erum ósammála. Hér í Garðabæ
hefur í gegnum tíðina myndað sterk hefð fyrir samkennd og náungakærleika. Við sjáum það í öflugu sjálfboðaliða starfi, í félagasamtökum, í íþrótt- og menningarstarfi og ekki síst í því hvernig fólk stígur upp þegar á reynir. Þessi hefð er dýrmæt, hún er ekki sjálfgefin. Hún lifir aðeins áfram ef við veljum hana aftur og minnum hvort annað á hvers mikils virði hún er. Náungakærleikur er oft nefndur í kirkjulegu samhengi, en hann á erindi langt út fyrir veggi kirkjunnar. Hann snýst hvernig við mætum fólki í daglegu lífi að mæta fólki þar sem það er statt án þess að gera kröfum að það breyti sér fyrst. Náungakærleikurinn birtist í verki, í því að rétta hjálparhönd, sýna þolinmæði eða einfaldlega vera til staðar þegar á reynir. Eða eins og einn góður vinur minn orðaði það við mig daginn. Það er fullt af fólki hér í bænum sem rétti mér hjálparhönd þegar mér leið ekki nógu vel. Og nú er ég komin á betri stað og vil gefa tilbaka og vera til staðar fyrir aðra. Það er ánægjulegt að segja frá því að framboðið af íþróttum og tómstundum fyrir alla aldurshópa hefur aldrei verið meira í bænum. Jafnframt hefur afreksfólki okkar náð frábærum árangri í hinni ýmsum greinum á liðnum árum. En góður árangur afreksfólksins okkar hefur mikið samfélagslegt gildi. Enda má segja að bæjarmenning og bæjarbragur Garðabæjar hafi gegnum tíðina mótast að miklu leyti af árangri á íþróttavellinum. Samfélagsleg þátttaka er ein leið til að halda þessum gildum á lífi. Hún getur tekið á sig marga myndir, sem fyrir suma hún fólgin í virku starfi í íþróttafélögunum í bænum, fyrir aðra í því að styðja við skólastarf, menningu eða góðgerðarmál og fyrir aðra hún einfaldlega fólgin í því að vera góður nágranni. Allt þetta skiptir máli. Það er mikilvægt að muna að samfélagsleg þátttaka gefur líka tilgang, styrkir tengsl og veitir okkur tilfinningu fyrir því að tilheyra, vera hluti af hóp eða liðsheild. Þegar við leggjum okkur fram fyrir samfélagið, styrkjum við ekki aðeins aðra, heldur líka okkur sjálf. Í þessu samhengi get ég ekki annað nefnt en hið öfluga starf sem framfer hjá félögum eldri borgara sem starfrækt eru hér í bænum. En á þeirra vegum kemur fólk saman til að hreyfa sig eða félagsleg samskipti eða skapa eitthvað fallegt. Mér finnst til dæmis alveg dásamlegt að fylgjast með gönguhópnum sem gengur á morgnana frá Jónshúsi hvernig sem viðrar úti og fær sér svo kaffi í kjölfarið til að ræða málefni líðandi stundar. Börn og ungmenni læra þessi gildi af því sem við fullorðna fólkið gerum en ekki af því sem við segjum. Af því hvernig við tökum þátt, hvernig við leysum ágreining og hvernig við sýnum virðingu í verki. Fyrirmyndir skipta máli og þannig hefur samfélagið hér byggst upp og þannig mótum við samfélagið okkar áfram, dag frá degi inn í framtíðina. Þegar við horfum fram á nýtt ár er freistandi að setja okkur stór og mikilvæg markmið, að gera róttækar breytingar. En kannski felst raunverulegur styrkur okkur í því að skerpa á því sem skiptir mestu máli. Að vera aðeins meira til staðar í núinu, að sýna sjálfum okkur og öðrum umburðarlyndi. Að gefa aðeins meira af okkur sjálfum þegar við getum. Slíkar ákvarðanir breyta kannski ekki öll í einu en þær safna saman og hafa áhrif þegar upp er staðið. Við getum spurt okkur hvernig viljum við hafa samfélagið sem við búum í, fyrir börnin sem alast hér upp, fyrir þau sem flytja hingað og fyrir þau sem eru komin á efri ár. Viljum við vera samfélag þar sem fólk finnur til öryggis, virðingar og samstöðu? Ég held að svarið sé skýrt. Þannig samfélag viljum við halda áfram að byggja upp hér í Garðabæ. Nýtt ár gefur okkur ekki tómar blaðsíður, heldur nýja kafla. Við byggjum áfram á þeim gildum sem bærinn okkar hefur byggst upp, sem eru samkennd, náungakærleikur, samfélagsleg ábyrgð og þáttaka. Þetta eru einföld gildi en þau hafa mikinn slagkraft. Þau hafa haldið samfélaginu okkar saman þegar á hefur reynt og þau munu áfram veita okkur styrk til að takast á við óvissu og áskoranir framtíðarinnar. Kæru gestir, megi nýja árið verða ár þar sem við höldum áfram að sjá hvort annað, styðja hvort annað og minna okkur á að samfélag er eitthvað sem við byggjum saman frá degi til dags. Ég óska ykkur öllum farsældar á nýja ári.
Takk kærlega, Björg, fyrir góð orð og fyrir þitt góða starf, ekki rjúka strax. Og mér langar bara að færa fyrir okkar hönd þessa bókinu Gleðina, varanleg hamingju í breytilegum heimi. Þarna leiða saman hestar sinna tveir miklir meistarar, andlegir meistarar, Dalai Lama og Desmond Tutu. Og Björg á rætur sinnar í kirkjunni var í æskulistarfi í Seltjarnarneskirkju. Og þar hefur nú verið mjög gaman. Mikið gleði, veit ég. Takk hérlega. Já, þá stíguðu aftur á stokkhjónin, Rannveig Karadóttir og Peter Eishey, þetta alltaf komið hjá mér, og flytja lag sem við þekkjum í flutningi Nat King Cole, Nature Boy, eftir Eden Abess. Gjörið svo vel. Mér langaði aðeins að misnota aðstöðu mína. Fyrst ég hérna með mikrofón og óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs. Og fyrsta lagi sem við sungum, boðskapurinn með því var að þó að allt virðist vera svart, þá sólin á bak við skýin og vorið kemur hún í. Það von og ég vil að við förum inn í nýja árið með þetta að leiðarljósi. Og síðan seinna lagið okkar fjallar í rauninu það sem að mest virði í veröldinni og það elskan og ástin. Að elska og að fá ástina endurgoldna. Þetta eitthvað sterkasta afl í veröldinni. Gleðilegt ár. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. One magic day he came my way, and while he spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and
Við skulum saminast í bæn. Himneski Faðir sem hefur gefið oss athvarfi kirkju þinni á jörðu, við biðjum þig að varðveita oss og styrkja í sannri trú, svo að við í orð og verki vegsum þitt heilaga nafn. Varðveita og blessa þjóð vora, vaki yfir forseta vorum, ríkisstjórn, alþingi og dómstólum. Veita öllum sem forystu hafa í málum vorum vitsmun og drengskap og lát ráð þeirra og gjörðir vera þjóðunum til heilla, samkvæmt þínum helga vilja. Lofaðu sért þú náði í Guð fyrir íslenska mold og mið, vaki yfir bjargræði voru og lát oss ekki spilla því sem þú hefur skapað. Vernda alla við störf sína sjó og landi, fylg þeim sem fara loftsins vegu. Afstýr slysum og veit oss að miskunn þinni, að við megum lifa í sátt og friði við allar þjóðir. Hjálpa og líkna þeim sem þjást og stríða, sakna og syrgja. Styrk þá í trúnni, veg þeim von og traust og lát þá fá að reyna að þú bjargar og blessar. Miskunnar heldum heimi, vernda alla menn fyrir voða rangsleitn og kúgun, hindra ofbeld og stöðva styrjaldir. Hjálpa oss að efla sátt og frið og fyrirgefa, eins og þú vilt í Kristi fyrirgefa oss. Við skulum hafa hljóða bæn. Eilífi Guð, þú varst og ert frá kyni til kyns og ár þín fá engan enda. Blessa oss nýja árið og hjálpa oss til að þjóknast þér í öllum verkum vorum. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. En allar bænir vorar, felum þeirri bæn sem að drottinn hefur kennt oss og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum drottni og vegsum hann. Drottni sé vegsamt og þakkar. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.